Afrekskylfingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson mætti á opnun nýrrar gervigras púttflatar og vippsvæðis í golfklúbbnum Oddi á dögunum og var fenginn til að taka fyrstu púttin og vippin og tók þátt í vippkeppni. Það búið að vera mikið að gera á Pilti í sumar og verður fram á brottför til Bandaríkjanna en hann hóf nám við hinn þekkta og sterka golfskóla Louisiana State í fyrra. Ef veðurguðinni leyfa og tækifæri gefst til mun Kylfingur setja upp einvegi milli Gulla og Sigursvella kempa í íslensku golfi. Það bar líka á góma í spjalli við Gulla þennan sólríka dag á Urriðavellinum. Hvað er að frétta af þig? Var ekki nánast bara lukka að þú ert á landinu akkurat núna til þess að geta mætt? Ertu ekki mjög busy þessa dagana? Ég lendi í gær frá Írlandi. Við vorum með landsliðin á Evrópumóti. Og já, þetta er rosalega mikið að gera á sumrin. Það eru mót út allt og öllum alla Evrópu og mikið af hlutum sem maður þarf að gera og græja meðan maður er heima. Já, þú þarft að plana þig bara dag fyrir dag, bara mánuð fram í tímann og sveistu bara alveg hvernig planið er. Ég byrjar allan að nota dagatal í símanum mínum töluvert meira en ég gerði í fyrra og fleiri hlutir sem eru planaðir og maður þarf að fylgja eftir. En það er bara gaman og kostur að vera nóg að gera og ganga vel, þannig að ég er bara mjög þakklátur fyrir það. Já, ætlum við ekki að stefna og ef við gerum semjum svona veður í lok mánaðarins, þú ert að koma heim 28. hefur þá einhvern smá glugga að því að myndist á hann Birgileif, hann er að fara að mæta, Úlfar sem varst að mæta núna og kannski einn efnilegur í viðbót, hvernig heldur það einvígi fari? Það, ég meina, fer eftir hvernig það verður sett upp, ef það verður ungi gamlir þá vinnum við ungu en já, það væri vonandi eftir á einhvern góðan dag sem að hendar öllum og það væri gaman. Nákvæmlega. Og svo hvað? Svo ertu bara farin út til Bandaríkjanna í háskólanámi bara fljótlega í ágúst? Já, ég fer í byrjun ágúst í US Amateur sem er í rauninni svona stærsta mótið sem ég spila í sumar og fer þá þaðan beint í skólan og þá er bara annað tímabil í skólanum byrjað. Og kannski ég spyrði bara rétt út í það, menn það er væntingar sem þú hafðir fyrir fyrsta ári, menn fórst ekki talsett fram úr þeim og hvernig hugsaðu þá þetta annað ár? Jú, heldur betur. Ég meina þegar ég skoðaði markmiðið með teiminu mínu eftir helmingina á fyrsta árinu, hann jólin og eftir árið þá fór ég svolítið lengra en markmiðin voru. Ég sett markmið 3 til 5 ár fram í tíman og svo alltaf minna og minna og styttir í tíman, þannig að maður hefur einhver svona vegferð til að fylgja og ég var búinn að ná markmiðum sem voru sett fyrir lengri tíma sem er náttúrulega bara geggjað og það er bara vinnan sem við höfum gerð er að sýna sig en jú, bara núna halda áfram að bæta þig bara núna setjumst við bara niður með teiminu mínu, þjálfurum og því fólki sem að hjálpa með dagstæla og við bætum við því sem við þurfum að bæta og höfum bara meiri gögn og hugmyndir til þess að bæta okkur fram í tíman. Er það ekki kannski eitt að yndislegasta við golfið? Það er endalaust hægt að bæta sig. Það er eins og að þú getur bætið helling þótt þú sért orðin einn svo bestu í Íslandi. Þér vantar talsett í að ná Rory til dæmis eða ekki. 100%. Það er þessi fullkomnun sem er við golfið sem er svo falleg. Maður getur unnið mót og samt verður maður á æfingasvæði daginn eftir og maður er að reyna að pæla í ykkur höggi sem maður hefði getað slegið betur til þess að gera þetta auðveldara og hann að maður er alltaf að leita að þessari fullkomnun sem er kannski ekki til en allavega að geta reynt alltaf, það er fegurinn við þetta. Nákvæmlega.